Ertu á leið heim úr vinnu? Stilltu á FM 89,1. Herðu, já, það hérna síðasti vetrardagur í dag, þannig að kannski köllum við það sem við ætlum að gera núna, svona yfirferði yfir stjórnmálin og í lok vetrar. Er það ekki ágætt, Eiríkur Bergmann? Jú, heldur betur. Það tímamót, þetta alltaf Það er tímamót, maður. Já, það nú óvenju spennandi svona í pólitíkinni, að við erum að fá spennandi forsetakosningar. Það er kannski ekki hægt að fullyrða að það hafi verið að 2016, 1996, kannski 2012 hafi verið spennandi framötti þegar leit út að Þóra myndi skáka Ólafi. Ekki undir lokin. Nei, það var alveg síðustu 2 vikuna var ljóst hvert var að stefna. Það hafi ekki verið spennandi forsetakosningar síðan 1980. Já. Fyrir nú. Já. Ég meina, kannski stingur einhver af. Já. Það gæti verið að... Gæti orðið spennandi kosningar. Og svo náttúrulega tengjast forsetakosningarnar meira pólitíkin heldur en áður hefur verið. Það er náttúrulega það að Katrín sé þarna kosningarnar gætu snúist pólitíska arfleiðinnar sem er náttúrulega tímabil sem að spanna eiginlega öll eftir hrunsárin. Jú. Ég held að þessar kosningar geri það nú samt ekki, sko. En jú, þú svo arfleið er að sjálfsögðu í bakgrunni og hún er ekki... Þetta er ekki alveg úr tengslum við hennar pólitísku arfleið en ég held að framboð hennar mun ekki snúast það. Ekki framboð hennar en kannski verður áherslur annarra. Hún er fremst núna svona í öllum könnunum nema hjá prósent sem einhvern ástæðum fær aðra niðurstöðuna. Prósent er einhver outlier í þessum mælingum sem ég skil ekki alveg. Nei. Ég segi það sama, ég fylgst mikið með svona könnunum og ég aldrei trúa þeim almennilega. Og ekki bara núna, heldur bara í gennum tíðina þeir eru að mæla flokka, þá ég vil alltaf skjön við alla hérna. Ég held nú að rankurinn í þessu sé að Gallup hafi svona mestu reynsluna og sé treyst best, en Maskína er líka með öflugt teymi sem kann til verka. Þetta veit ég, en ég veit ekki gæði annara. Oft Maskína betri vegna þess að Gallup er alltaf að senda frá sér kannanir þessum flokkana sem teknar yfir langt tímabil sem eru eiginlega svona meðaltalsmælingar. Þess vegna eru oft skemmtilegra að sjá svona sveiflur sérstaklega við ykkur tíðindi verið þegar Maskína birtir. Já, svo þú manst það nú líka að defa undir fórustu Jónasar Kristjánssonar sem að menn töldu nú ekki vera með sérstaklega vísindalega aðferð. Virðist að tekið símaskrána og skiptan í tvennt og tekið út úrtak annars vegar á höfuðborgarsvæðinu og hins vegar á landsbyggðinni. Það voru oft glettilega nálægt. Ég vann við þetta. Það var Haukur Helgason, aðstoðarritstjóri sem sáum þetta. Og þá sátum við saman yfir þessu og reiknuðum á svona stór svona bókhaldsblöð eitthvað svona, ég veit ekki hvað það var, svona hálfgræn og hann inn í herbygginu hjá honum, hann reykti linnulust inn í herbygginu og drap í sígarettunni og tegði sér strax yfir í næstu og hann var búin að rífa allt ofan af pakkanum til þess að ná inn í það og kveikti henni og ég spurði hann svona, Haukur, akkur kveikir ekki bara í með stubnum? Þá myndi ég reykja meira. Já, þá var hann farin að keðjureykja, með þessu var hann ekki að keðjureykja. Þegar við vorum búnir að reikna þetta, að þá var maður bara orðin farin að gráta, að það var svo mikil reykur inn í herbygginu og þegar fólk opnaði þá bara skellti hurðinni. En út úr þessu herbyggi kom glettilega góða kannanir. Þannig að það er svo sem hægt að gera þetta með einsum, en þetta er náttúrulega flóknara. Það var samfélagi einsleitara. Miklu einsleitara. Ég held að það sé ekki hægt að gera þetta núna. Og svo er þetta stýst vigtunina varðandi gagnvart svörunum. Það er þekkjum auðvitað þá skekkju sem að verður varðandi hverju mæta og kjörstað og allt það, en það er svarenda skekkjan sem að þarf að vigta rétt og til þess að geta vigtað hana rétt þá þarftu að skilja viðfangsefnið þitt upp á hár. Já, og það eru allir í heiminum að þessu. Þetta kom alveg bylgja eftir Sigurður Trump og Brexit og fleira. Það sem að stór skoðanað fyrirtæki mátu það bara að það væri einhverju alvarleg skekkja í því hvernig við höfum með þetta og allir fóru að reyna að vigta upp á nýtt og íslensku Maskína og Gallup hefur örugglega tekið þátt í. Já, og þeir hafa náð því, en til þess að geta það þá þarf það að skilja hvernig þetta vigta hverja eina spurningu og þá þarf það að þekkja þýðið eitt fjandi vel til þess að geta gert það.
og það er munur á milli þessara tveggja að þau erum að tala um þetta. Til dæmis held ég að Viðris yfirleitt alltaf hærri í maskínu heldur en í Gallup, þannig að getur bent til þess að sko hópurinn bara öðruvísi samsettur eða eitthvað, en það er svona ákveðin svona tilneiging sem að maður sér. Netbarnælar og svo þess hverjir að svara og allt þetta sko. Þetta til dæmis, menn hafa verið að vigta allir, veit ég, eftir sko kyni og aldri, en sko í mörgum svörum það sko menntunarhlutfall sem að skipti bara meira máli varðandi í hverju það nærð. Og og ég held að það sé til dæmis það sem geti verið að gerast núna í þessum. En við höfum ekki séð það í síðustu kosningum, við höfum bara að það íslensku könnunarfyrirtækin eru svona meira og minna á réttu trakki. Já, þeir hafa verið það. Það er ekki tilefni til þess að hafna skoðanakönnunum eða það sé eitthvað óljóst þar á bakvið, það er það ekki. Nei, þetta er alveg vísindi. En auðvitað breytast aðstæður og stundum lenda þeir í því að þurfa að leiðrétta sig og það er eitthvað tímabil sem að er ekki nógu nákvæm eins og 2016. En svo náðu nú fljótt vopnu sínum yfirleitt sko. 2016 áttu við Höllu sem að... Nei, bara við alþjóðlega. Þeir mistu bæði af Trump og Brexit og fleiri sko. Herðu, síðan hafa verið annað sem hefur, af því að það er forstakostingarnar og við vorum að fá núna í gær könnun fylgi flokkana hjá maskínu, þar sem kemur í ljós að VG er með 5%. Framsóknarflokkurinn er búinn að tapa 40% af sínum kjósutum, er svona ívið skárri heldur en hefur verið undanfarið. Sjálfstæðisflokkurinn bara í sínu lægsta bletti. Ríkisstjórnin að leggja af stað eftir brottför Katrínar mjög veik. Hafði verið að gera kannanir sem að sýndu að meðbyrinn er eiginlega engin. Það er líklega engin ríkisstjórn sem hefur byrjað á dabrari stað heldur en þessi ríkisstjórn Bjarna Benediktssonar. Já. Þetta er náttúrulega ekki ný ríkisstjórn, en ok, formlega nýtráðuniti, Þannig að það er erfiðara fyrir ríkisstjórn að vera í mótbyr en í meðbyr. Já, þetta var greining sem að hættir að taka undir, Og þú veist þetta sem að siglir. Þú veist þetta sem siglir. Það er betra að vera í meðbyr. Þannig að þetta er svona, einhvern veginn eru forstakostingarnar tengjast líka, hvort sem að það pólitísk arfleifð Katrínar verði stórt atriði í kosningabaráttunni, að þá tengjast það líka stöðunni í stjórnmálunum. Það er svona þetta velta fyrir sér framtíð VG, það er þetta velta fyrir sér hverju það breytir fyrir Sjálfstæðisflokkinn í næstu kosningum að Bjarni sé forsætisráðherra. Já. Þessi ríkisstjórn er auðvitað seinasta snúningi, það vita það allir, hvort á hann klári kjörtímabilið eins og uppi lagt eða sko velti á hliðin einhvern tímann á leiðinni, það kannski skiptir bara hreinlega ekki öllu mál úr þessu sko. Staða málsins er svo að þetta er veik þessi ríkisstjórn mun ekki halda áfram í þessari samsetningu eftir kosninga, það bara liggur algjörlega fyrir og forystumenn þessara flokka. Ég held að þetta er ekki einu sinni til hugar. Fyrsta lagi munið þau eflaust ekki ná meira hluta aftur og í öðru lagi munið þau ekki kjósa að vinna saman. Þannig að þessi ríkisstjórn er bara að klára kjörtímabilið, hvernig svo sem að það mun enda. Það er ekki komið yfirlýsingu eins og síðast að eðlilegasta fyrsta skrefið ef að stjórnin nær meiri hluta er að hafa leita til samstarfsflokka sinna. Það verður enga slíkar yfirlýsingar í næstu kosningu. Ég held þetta ekki einu sinni í huga að reyna það sko. Ég held ekki. Þetta er bara búið spil og enda var þessi ríkisstjórn bara sett á við ákveðnar aðstæður sem við bara gleymum oft. Þeir hafði bara verið óbáslega ólgutíð stjórnmálunum, hver ríkisstjórnin falli og fætur annari. Bara eftir hretur hrunsins þeir náðu bara svona langt eitthvað inn í þetta er 2017 sem að og þá hafði nú enn ríkisstjórnin fallið og þá er svona einhver hugmynd við verðum bara að ná þessu saman svona þvert yfir þessi flokkar, klassísku flokkar íhaldsamir og allt þetta, við bara tökum höndum saman. Ég held að mennum hafi nú ekki einu sinni dottið í huga þetta yrði til lengri tíma heldur en eins kjörtímabils og svo kemur bara COVID og er eiginlega COVID sem framlengir lífdaga þessara stjórnar og auðvitað var það þannig að forsenda þess að þessi flokkar gátu náð saman var forysta Katrínar Jakobsdóttur. Vinstri grænir hefðu aldrei farið í þetta samstarf undir forystu formanns Sjálfstæðisflokksins eins og nú er orðið.
og og Sjálfstæðisflokkurinn hefði aldrei samþykkt að fara í þessa ríkisstjórn undir forystu VG ef það var einhver annar heldur en Katrín Jakobsdóttir sem hefði leitt hana. Þannig að þetta eru þetta bara þær aðstæður sem voru uppi. Núna þar er þetta mætti segja að við erum að koma út úr tímabili í íslenskri stjórnmálasögu sem mætti kalla tímabil Katrín Jakobsdóttir. Já, algjörlega. Mér finnst allt í lagi að staldra við þetta tímabil og segja ok, hér var forystumaður sem hélt þessa ríkisstjórn saman við mjög sérstakar aðstæður, bæði sem hún tekur við og heldur áfram og það í eðli sínu það heitir bara að vera farsæll leiðtogi, að hafa gert það og skila því í búi hvað skoðun sem menn geta síðan haft einhver alltaf skoðunum að þetta hafi ekki verið góð stjórn eða eitthvað. En hún skilar náttúrulega ekki búinu eins og tók við því. Hún skilar ríkisbúinu. Hún var með VG í 17% og skilar í 5%. Já, ég ekki að tala það, heldur bara ríkis búskapnum og hún heldur ríkisstjórninni saman. Og núna, en það alveg satt, á sama tíma fellur fylgi VG, reyndar töluvert seinna heldur en ég átti vona og ég held að þetta myndi gerast miklu fyrr. Það er COVID sem að kannski komið. COVID framlengir stuðningin en að Vinstri grænir séu ríkisstjórn með Sjálfstæðisflokknum með 2 kjörtímabil, hvernig dettur í huga það geti farið öðruvísi heldur en að flokkurinn missi nánast allt fylgi sitt. Það bara en af hverju gerir flokkurinn þetta? Í þetta skipti er þetta allt öðruvísi eins og viðskiptalífinu segja og fara alltaf svo koma kreppur. Ég held þetta sé bara miklu einfaldara. Bara völd. Er á meðan er. Ég meina, til hvers eru stjórnmálaflokkar? Eru til þess að ná völdum? Já, en þau verða að ná völdum til þess að ná fram einhverjum stefnum með það. Jú, en ég meina, völdin eru tækið, það er það sem þú þarft að öðlast til þess að koma stefnunni inn í framkvæmd. Og ég man bara eftir þessu samtölum því ég var hissa svolítið sjálfur út af því að mér fannst þetta blasa við, þannig ég fór að spyrja fólk bara í VG og þá voru þetta svörin. Ég meina, til hvers eru við í þessu? Ef við ætlum ekki að setjast við borðið þegar það býst og þó svo að fylgið farið til anskotast þá er það bara svo að vera við vorum bara að takast á við það þegar það kemur. Ég talaði við hann Pétur Árnason sem að skrifaði sögu Vinstri grænna fyrr í vikunni og hann sagði einmitt að það hefði verið svona tekist á það við mótun VG, hvað svona flokkur er þetta? Er þetta andstöðuflokkur svip og enislisten sem að vill vera röddin á þingi til í vonum að geta dreigið miðju stjórnmálana til sín og verið varðhundur og allt þetta eða er þetta valdaflokkur og það var ofan að þetta er valdaflokkur og flokkurinn náttúrulega búin að vera við völd meir og minna frá hruni, það munna bara vantar bara 4 ár. Já, og það er Katrín Jakobsdóttir sem gerir hana ríkisforystu flokki og þannig að hennar bara hluti í Íslandssögunni stór. Já, en af því að þetta er VG sem að vill bæði vera grasrótin vill vera handelsflokkurinn, forystan vill vera valdaflokkur, að þá gerur hún flokkinn að forystuflokki en skilur hann við hann sem engiflokkur. Hún skilur hann eftir, jú, það ég held að sjá þetta frá ýmsu sjónarhornum og þú getur túlkað þetta henni í hag eða óhag hvort bara eftir því sem þið langar. Það sem að VG þarf að gera, að mínu viti, er að bara draga einhverja línu í sandinn og segja ok, þetta verðum við að gera, við þessar aðstæður. Nú eru þessar aðstæður breyttar, þessi ríkisstjórn heldur ekki áfram, Sjálfstæðisflokkurinn er komin með forsætisráðherrastólinn, við ætlum bara að fara í andstöðu við Sjálfstæðisflokkinn og hægrið og byggja okkur upp sem róttækur vinstriflokkur og og bara við ætlum ekki að halda þessu áfram og þess vegna slíta þessu. En Vinstri grænir þurfa þetta fyrst að velja sér nýjan formann. Og hann að það kannski svona tefur á hverju er Guðmundur Ingi gagnslaus eða bara það verður að velja formaður verður að vera kosinn af félagsmönnum sínum, ekki bara varaformaður sem gengur upp. Ég held að það séu það er tvennt í þessu. Það er annars vegar þetta sem þú nefnir að það er bara prinsipatriði að það dugir ekki bara, varaformaður tekur við til þess að taka við en svo þarf að kjósa formann og hann þarf að fá bara umboð sem formaður á eigin forsendum.
En númer 2, að þá held ég að margir í þessum flokki líti fremur til Svandísar Svavarsdóttur heldur en til Guðmundar Inga. Með fullri virðingu fyrir honum, þá held ég að það sé bara svo staðreind blasi einfallega við. Og hún sko baráttumanneskja af kannski þeirri gerð sem að liggur nær bara arfleið Vinstri grænna aftar í sögunni, sko. Þannig gerð af svona baráttumanni, bardagamanni í stjórnmálum. Á nú kannski ekki langt að sækja það til höfðsins en líka fleiri sem að þarna hafa verið. Og hún fær veiga meira ráðuneytið heldur en nýviðtekni formaður. Það hafa verið svona áhugavert par í stjórnmálum og inni svolítið á Tony Blair og Gordon Brown. Já. Gordon Brown var náttúrulega með ræturnar inn í flokknum og kunni flokkinn utanaf og var flokkurinn. En þegar hann kom svo til valda þegar Tony Blair var farinn, hann var ekki farsæll, þá var hans tími eiginlega liðinn. Hans tími var liðinn. Ég held að það væri, ef þú ætlar endun í að VG, þá getur þú alltaf sagt að það ekki komið tími til fyrir VG að fá bara nýja forystusveit sem kannski svona 34 til 38 ára gömul. Ég menna þeir geta gert hvað sem en ég segi bara þessi leið blasir alveg við mér. Ég sé alveg þessa leið að fara bara, sækja bara inn á við, sækja heim, ná í kjarnafylgið. Þetta náttúrulega gríðarlega margt fólk sem bara farið frá stuðningi við flokkin út af samstarfinu við Sjálfstæðisflokkinn. Og vilja bara hafa þennan róttæka harða vinstriflokk, en svo kemur spurningin, það trúverðugt eftir allt sem undan gengið? Það ekkert víst að öllum finnist það. En þetta, ef flokkurinn velur þá leið, að þá þarf svona uppgjör við tímabil Katrínar Jakobsdóttur. Það þarf eitthvað uppgjör við það. Sem að mörgum finnst óþægilegt. Þér finnst það mér svo óþægilegt að tala um það. Nei, mér finnst ekki óþægilegt að tala um það. Mér finnst bara sko, mér finnst bara flokkurinn geta gert, mér finnst engin mótsögn í því að gera bæði. Með því að segja, ok, hér var ákveðið frávik í sögunni, við urðum að gera þetta og við gerðum það, en við erum ekki þetta, við erum svo litið annað líka, sko. Og nú þurfum við að sækja það, sko. Nú annar tími sem að kalla aðra taktík og... Já, mér finnst engin, endilega mótsögn liggja í því, sko. Nei. Ég meina, stjórnmálaflokkar ekki bara einhver hreintrúar samtök, einhverja idealista, sko. Þetta líka, bara pragmatísk nálgun á að reka hér ríkið. Þetta blasir við hjá VG, erum með 5% í nýjum... Þetta náttúrulega svakalega tölur, það ekki þetta að líta fram hjá því. Og auðvitað það óþægilegt fyrir Katrínu Jakobsdóttur að skilja við flokki. Ég meina, ég ekki að segja það, að það sé ekki óþægilegt. Hún hlýtur að vera döpur þegar hún horfir á það. Já, sjálfsögðu. Og ég meina, það blasir alveg við. En á móti kemur held ég að það hafi verið rétt mat hjá henni, burtfrá svo forsetaframboði, að hún væri ekki manneskjan til þess að vinna þetta fylgi tilbaka. Hún yrði að fara frá og rýma fyrir öðrum til þess að taka við. Í yfirlýsingu sinni, þá segir hún það næstu því. Hún segir, þú veist, maður gæti umorða það, ef að þú hefði stoppað með þetta á götu og sagði, hvað var það sem Katrín sagði, að þá hefði ég sagt að hún sagði eiginlega að hún hefði átt að segja á því bara í vetur, að hún fær ekki lengur, hvorki með flokkinni eða ríkisstjórninni, og hún yrði að fara. Já. Þú veist, hún sagði ekki alveg beint, en það eiginlega, sko, hvað þetta var í ræðinu og svona, þetta var eiginlega eina merkingi sem hættur sér í þetta. Og ég meina, hún ekki skyniskroppin manneskja, hún fattar þetta alveg. Þannig að, sko, auðvelt túlkan í málið hag, þá segiru, Katrín Jakobsdóttir stjórnmálamaður sem skynjaði sinn vitnatíma, rýmdi fyrir öðrum og veitti flokknu tækifæri til að byggja sig upp þannig að hún var í farin. Ef þú vilt túlka þetta í óhag og segir Katrín Jakobsdóttir manneskja sem að skipstjórinn sé stökk frá sökkvandi skipi. Og það gallin náttúrulega sá að þetta sami atburðurinn. Yfirlýsingin að hún segi af sér og hún ætli í framboð. Ef þú mútu kljúið þetta á milli, þá gætu við fjallað afsögnina sem það sem að þú ert að segja hún hafi mögulega verið og þá voru hún svona gracious. Gallin að þetta eiginlega einhver tvíbaka sem maður erfitt að ráða í. Af því að ef maður ætlar að túlka afsögnin á mikið, þá var eins og maður sé að banka niður framboði. Jú, þetta get alveg tekið til þetta. Þetta flókið, En herðu, förum yfir ríkisstjórnarflokkana, það Sjálfstæðisflokkurinn og þú ert að segja að ríkisstjórnin sé búin
Já, sko, hún búin í þeirri merkingu að hún mun ekki halda áfram sko. Og það ýmislegt sem að þú heyrt fólk verið að segja það að það sé eitthvað svona samkomulag að slíðra sverðin og bíða og sjá til þangað til að kosið til forseta og þá verður öllu líkjum verður allt vitlaust og hún muni bara springa og verður kosið í haust. Það getur alveg verið. Það er ein lína. Önnur lína er það sem að raunverulega Bjarni Benediktsson boðar að þau tóku þessi þetta verkefni og það er ennþá eftir 1,5 ára kjörtímabilinu og það er bræðilegt að klára það og sömuleyti finnst mér þegar Bjarni segir þetta að þetta sé hans metnaður. Ég hugsa það. Já. Og þá er það spurningin, ef það er hugmynd forystu Sjálfstæðisflokksins að þau verða að fara með þetta út kjörtímabilið, er það ekki þá bara líklegast að það verði? Því ef að VG gerir eitthvað uppsteytt, að þá hefur Sjálfstæðisflokkurinn einhverja leið á að lagfæra ríkisstjórnina með einhverjum öðrum hætti? Það held ég ekki. Þú heldur að flokkur fólksins og Viðreisn segir bara nei? Hver á að hafa hagar því? Ég veit ekki. Þetta nú líka bara show me the money, sko. Þú sagðir að stjórnmál snýrust völd. Þau snýrust en það er bara svo lítið eftir að tímabilinu til þess að þetta sé einhver raunveruleg völd, sko. Hver geti ekki flokkur fólksins svo? Þetta er tækið fyrir okkar til þess að koma og hafa ykkur völd skamma tíma því að líkundan á að við verðum hluta næstu ríkisstjórn þegar kosningar er ekki miklar. Mér finnst þetta, sko, þetta scenaríu sem þetta leggja upp eru þetta ekki útilokað en mér finnst þetta bara að vera að færa VG þá bara, sko, það er bara að vera að leggja upp færi fyrir VG, sko. Þú veist, þá er VG með, prinsipfestuna, sko, og reisir fána réttlætisins og eitthvað og þau fá bara milljandi færi á að byggja sig upp þannig að jú ég vil taka fram að það er ekki ég sem er að segja þetta. Nei, ég hef alveg heyrt þetta. Það voru hluti í Sjálfstæðisflokknum sem voru svona aðtuga. Ég meina þeir eru á Viðreisnin og Viðreisn sagði nei. Ég meina þeir flokkur fólksins, miðflokkurinn sko ég sé ekkit annað en svo allt og þrönga skammtíma hagsmuni til þess að nokkur geri þetta. Já. Mögulega 4-5 mánuði verja vantrausti til þess að kjósa okkur heppilegri tíma, eitthvað slíkt. En það þarf þá að vera eitthvað sérstakt mál og eitthvað slíkt, ég meina þetta væri bara drauma scenaríu fyrir VG, sko. En ef að staðan er svo að það sem mat Bjarna og forystu Sjálfstæðisflokksins að við verðum bara að halda út kjörtímabilið, að þá er Sjálfstæðisflokkurinn svolítið í veikri stöðu varðandi kröfur hinna flokkana. Jú. Og þeir munu láta á það reyna. Ég meina, málin eru bara, þau munu hrannast upp. Það er náttúrulega núna bara strax hvalveiðimálið. Hvað verður með veitingu veiðileyfanna núna fyrir sumarið og verður það á seint og meina nógu brjálaðir voru menn nú yfir því seinast til þess að menn láti það nú alltaf liggja bara kyrrt. Síðan er náttúrulega þessi útlendingamál öll einhvern veginn ennþá í deglunni, sko. Það getur verið hvað sem gerist þar sem hleypur öll í bál og brand. Og það er bara, þú getur bara maður sé bara við sjóndeildarhringinn bara raðir mála sem hægt er að nota sem heppilega átillu. En ég held ég alveg sammála þér að forysta Sjálfstæðisflokksins vilji klára þetta. Það er bara ekki hægt fyrir Bjarna Ben að koma í næstu kostingar og segja ég átti eina ríkisstjórn í 8 mánuði og þessa í 5 mánuði, það er bara ekki hægt. Þannig að það er líklega rétt, hann mun teygja sér langt til þess að enda þeir komni með forystunni flokknum og það heldur þarna stóra fundi þess að fagna því að vera aftur komin í ríkisforystuna. Já. En ríkisstjórn sem nýtur lítil stuðnings og allir flokkanir eru í veikri stöðu að því að þú veit að tala um málin sem eru framundan að ríkisstjórn sem er í slíkri stöðu öll mál verða vesi fyrir hana. Því það er svo margir sem hafa hagað því að búa til einhver illindi og leiðindi, það eru þingmenn sem eru óttast framtíð sína og þurfa að skerpa á einhvern veginn svona ímynd sinni og eitthvað fleira. Þannig að þetta er ótrúlegt jarðsprengjusvæði sem að Bjarni Benediktsson ætlar að labba næsta 1,5 árið í gegnum. Við höfum séð ýmsar ríkisstjórnir lifa af slíkt ástand. Sko, ég var farin að sjá það á þessum tíma fyrir ári. Að þessi ríkisstjórn væri hætt að starfa saman að því leyti að sko semja sig til niðurstöðu mál, leggja þau fram sem stjórnarfrumvörp og ná þeim sameiginlega
í gegn. Þetta farið að klofna upp í sko 3 aðskildar ríkisstjórnir þar sem hver flokkur réði sínum ráðuneytum og menn fóru fram að miklu leyti með stjórnun fram hjá lagabreytingum og svona fóru að stýra með öðrum hætti heldur en auðsöðlega krefst lagabreytinga. Og síðan hefur nú ýmis vandræðagangur verið og þau hafa ítrekað reynt að breyta þessu ástandi, ná sér saman. Það hefur gengið til skammstíma og það var náttúrulega reynt núna og svo tilraun yfirstandandi eftir að stóliskiptin urðu og Katrín fór út og Bjarni kemur inn, en ég held að þetta haldi ekki. Sem sagt að það gangi ekki að lappa upp á þetta og þetta verði bara skýrara og skýrara að við erum með 3klofna ríkisstjórn sem að muni starfa saman sem bandalag utanum hvern hluta ríkisvaldsins fyrir sig og þannig verði þetta einfaldlega rekið. Menn ná saman það nauðsynlegasta sem þú veist fjárlög og svona. Hjónin eru skilin þóttu búið saman. Já, það bara einfaldlega þannig. Það vallaði borðið saman á kvöldin. Já. Ég geta bara jógurt út úr ískapnum. Já, þau bara búa hvert í sínu herbyggi á heimilinu sko, og þau mætast á ganginum. Og það hefur alveg legið fyrir sko. Já. En þetta eins og ekkert ástand sem alveg nýtt. Það, að því að tala þetta, og þá það svolítið, að því að varst að tala hvernig ríkisstjórn var mynduð. Já. Þegar hún mynduð 2017, að þá var allt önnur staða í ríkisfjármálum, það var svona allt önnur svona hugmynd, það var efnahagslífið var að rétta vel úr kútnum út af ferðamanna bylgjunni sem var að rísa mjög. Það var mikið innstreymi inn í ríkissjóð, það hefur verið lágar skuldir út af uppgjörinu við slitabúin. Þannig að mörguleiti var þetta mynduð svona að nú þetta ríkissjóð sem myndi byggja hér upp innviði. Ég held að það þau hefur haft orð á því. Þannig að þetta var ríkissjóð sem var að fara að gera eitthvað. Það var þess að var innviða ráðuneytið og eiginlega sett. Já, það var eiginlega gert 2021. Það var en það er svona partur af þessari sömu hugmynd. En á millitíðinni síðan COVID og eitthvað fleira og þetta hefur eiginlega aldrei orðið. Þannig að þessi ríkisstjórn hefur ekki átt frá upphafstöðu svona hugmyndum það hvert erum við að fara sem hópur. Heldur eru þau bara alltaf að bregðast við einhverjum atburðum og ég veit að allir sem hafa unnið í svona hóp að það er mjög erfitt að sko halda góðu samkomulagi í hópnum svona sameiginlegur svona metnaði ef engin veit hvert við erum að fara sko. Nei. Þannig það er náttúrulega ýmislegt komið upp á sem að hefur sveikt veginn sko. Já. Ég er ekki að segja að hún hefur sko, hún hefur bara sveikst frá því að vera hópur sem ætlaði að fara eitthvað yfir að vera hópur sem alltaf að bregðast við ykkur sko. Það var náttúrulega aldrei samheldin hópur. Nei. Það, þú ert með flokkana á sikkorum enda stjórnmálarófsins hvað varðar efnahagsstjórnmál en ná saman sko annar staðar. Og eru nær öðrum ásum. En á efnahagsásnum þá eru VG og Sjálfstæðisflokkur og sikkorum endanum sko. Og þannig að þetta var aldrei hópur sem að hafði neina sameiginlega hugsun stjórn efnahagsmála. Guð minn góður sko. Heldur þú að Svandís Svavarsdóttir og Bjarni Benediktsson hafi einhverja svipaða sýn á ríkisfjármál? Þau ákveða að vera í sömu hljómsveit saman sko. Þannig þau verða að spila í takt. Já, þú getur alveg verið í hljómsveit með einhverjum sem að þú veist. Framsóknarflokkurinn sem gleymist, hann var með flokksþing á sama tíma og það var flokkstjórnarfundur í Samfylkingunni. Já. Og það var svolítið athyglisvert að það var svona einhver stemming hjá framsóknarmönnum það, eins og þau upplöfuðu það að Samfylkingin væri að sömuleyti með svona fylgi þeirra. Já. Og að þetta væru samkeppnisflokkar næstu kosninga. Og mér fannst Framsóknarflokkur svolítið upplýstjarfur, eiginlega frekar heldur en sko Samfylkingin, en öðruvísi sjó í sjálfum sér, sko flokksþing eða flokkstjórnarfundur, að mér fannst eins og sko Framsóknarflokkurinn teldi sig alveg geta skákað í samkeppni kosninga Samfylkingunni á þessu svæði sem að Samfylkingin að reyna að staðsetja sig á, sem að maður getur verið hæðin og sagt að það ekki bara best að kjósa Kristrúnu einhvern veginn svona vil ekki gefa of mikið upp og við erum bara betra að treysta okkur til þess að gera hlutina sem allir eru hvað sem er að gera
Mér fannst það svona, komið svolítið óvart, hvað var svona, með svona spönk í Framsóknarflokknum. Með að við hvaðan liggur þetta er náttúrulega flokkar sem eru sprotnir úr sömu rót, þeir eru stofnaðar af sama manninu. Jónas og Hreyflu skrifaði stoppskrá beggja flokka, Framsóknarflokksins og Alþýðuflokksins sem er nú bara forveri Samfylkingarinnar og þetta er náttúrulega stjættaflokkarnir sem eru að berjast gegn auðvaldinu hvor á sínum forsendum. Það er nú ekki lengur þannig held ég. Nei, bara segja sko, þetta eru flokkar sem geta verið nær hver öðrum heldur en við erum gjörn að álíta í samtímanum. Út af því að bara rótin er svo sama hugmynd. Það er hagsmunir sko fólksins og það er aðeins mismunandi hvert fólkið er. Og en jú, já, það var dálítið, þeim fannst svona, eins og það finnst svolítið sárt að Samfylkingin hefði sko, stólið af þeim, reitt af þeim allar fjaðrirnar sko. En Samfylkingin hefði örugglega getað sagt líkt í sama Framsóknarflokkinn hér einhvern tímann. Framsóknarflokkurinn hefur auðvitað bara liðið alveg óbúslega vel í þessari ríkisstjórn. Þetta er bara, Það er svo fórustunni því að fylgið hefur fylgið hans í Reykjavík bara alveg ótrúlega trúum þar. Það var náttúrulega bara eitthvað fáránlegt risk sem að flokkurinn naut þegar að einmitt sem einhvers konar þegar þetta er ekki bara best að kjósa fram svo dæmið hittu bara á einhver óska stund og fengu miklu meira fylgi heldur en þau gátu vænst að halda. Þannig að það er nú ekki alveg sanngjarnt að bara líta á það fylgisfall úr samhengi við risið sem áður hafði orðið Það er samt 3 af 4 borgarfulltrúum farnir og flokkurinn er bara þeir lengst af hefur bara Framsóknarflokkurinn ekki haft neitt en þeir eru með borgarstjóra. Einhvern tímann hefði fólk trúað því að það myndi skila ykkur og samar getur sagt með VG að þetta skila VG ykkur. Nei, það er ekki lengur. Akkur ekki? Bara þannig virkar ekki veröldin lengur í stjórnmálum að þú fáir fylgi við að vera við völd. Kannski Sjálfstæðisflokkurinn á að halda sér aðeins núna út að hafa fengið völd aftur en allar samtíminn hefur sýnt það að valdaflokkar missa fylgi bara út allan heim. Miklu meira mæri heldur en áður var. Áður gátu flokkar vænst þess að halda fylgi sínu miklu betur heldur en þeir gera núna. Það er miklu meiri sveiflur milli kosninga, milli kjörtímabila og valdaflokkar missa yfirleitt fylgi. En þetta, maður aðeins aldrei þetta þegar við erum að tala svona kannanir og það var nefnilega kom könnun, ég man ekki hvað að kalla það borgarvitin eða eitthvað sem ég held að maður skynna sem með fyrir kannan kannan. Og þar er meðal annars spurt fylgiflokkana og þá kemur í ljós að meirilutin heldur bara sínu en fylgi Framsóknarflokksins fer yfir á Samfylkinguna og gott ef ekki Pírata eða eitthvað svoleiðis. Samfylkingin er náttúrulega bara á þessu óbúslega flugu, það er stóra breytingin. Já, er á sama svæði og Framsókn sótti kosningasigurinn í þingi og borginni. Að einhverju leyti. Það er í þessu borgarviti líka spurt afstuna til borgarfulltrúa. Hverjum svona treystur best. Þar held ég að Einar Þorsteinsson lendi í 7. sæti og það er náttúrulega eitthvað svona og Dagur var til dæmis ekki alltaf efstur á sínum tíma, sanna sósíalisti skákáðunum á tímabili, að þeir erum að tala hvað gefur þeir að vera með, því að vera með Bjarna að koma í forsætisráðuneytið og ég meina það má sjá á Katrín var í forsætisráðuneytið skilaði ekki einhverju og því að þegar við vorum ungir eða þegar ég var ungur, að þá voru þeir sem voru borgarstjórar Reykjavík voru stórstjórnur, Gunnar Thoroddsen, Hallgrímsson, Davíð Oddsson, Ingibjörg Sólrún. Allt annað samfélag, allt annað miðlun. Það er allt öðruvísi En út af því að nefnir þetta og við vorum áðan að svona rammaði sinn Katrín Jakobsdóttir og hennar tíð og þú nefnir borgina, þá finnst mér líka full ástæða til þess að ramma inn tíð Dags B. Eggertssonar sem líkur núna nýverið þá fór hann úr stólnum og ætlar er líklega í landsmálin. Hann er líklega, bursi frá því, þá bara mér finnst sem stjórnmálafræðingur og bara maður sem fylgist með stjórnmálum hér að þá finnst mér líka rétt út af því að þetta er alltaf svo aðdagsis og það er allir að aðdagst í öllum að það má líka svona staldraðins við arfleið fólks en Dagur er kannski sá stjórnmálamæður í landinu sem hefur skilað að sér hvað skýrustu
sko arfleið bara allra forystumanna í stjórnmálum. Hvernig þá? Sko þegar hann kemur fram og að taka svona við forystu þú veist í samfélkingunum á Reykjavíkurlistanum og því öllu að þá lýsir hann einhverju framtíðarsýn hvernig hann sé Reykjavík fyrir sér, hvernig borgin eigi að þróast og svona og svo hann meira og minna í þeirri forystu í svona ólíkri samsetningu lengst að sem borgarstjóri en líka sem svona ofan í vélarúminu þegar annar borgarstjóri og svona og hann smá saman breytir borginni eftir forskriftinu sem hann lagði upp og menn geta bara verið sammálunum eða ósammálunum hvort þetta sé góð eða vondþróun og hvort það náðu svo ég geti nefnt við til borgarlínin ekki komið flugvöllurinn ennþá nei, ég veit að það er endalaust þú getur talið upp alveg fullt að lista en í grófum dráttum þá breytir hann borgin í svona einsleit norræn borg svona frekar hversdagsleg og ekkert sérstaklega gróskumikil yfir í bara borg sem að yðar af lífi og hann búinn að breyta öllum miðbænum sem allt í einu sprúðlandi af lífi. Ég meina ég eins og þú bara í miðbæ á hverjum degi. Túristanir náttúrulega komu út af Eyjafjallajökli. Jú, og þeir komu allt, en eigi síður, þá bara fyrst mér ástæði til þess að staldra við þegar að fólk hefur staðið í þessu stafni. Þetta náttúrulega, því að þeim nú ég vilt aldrei þakka neitt, Nei. Og það bara ástæði til þess að ramma þetta aðeins inn og viðurkenna, hér kom maður, hann gerði þetta, hann stóð fyrir þessa hluti, hann skilaði af sér þessu verki og við erum ekkert of góð til þess að bara fara aðeins yfir það, Já. Og það kannski við getum líka sagt að það sem hann leggur upp með, hvernig hann horfir á borgina, sem kannski svona skipulagslega, eins og að segja Hannaborgina, að það hafa verið svona ríkjandi umræðum borgarmál og sem að hafa kannski verið síður þá svona uppbygging félagslega þjónust og svona, ekki í sama máli hluti af borgarpólitíkinni og fyrir hans tíma, til þess að tíma byrja Ingibjörgu Sólrún að vera miklu meira. Þetta getur allt verið hann breytti borgarpólitíkinni hann breytti nefnilega borgarpólitíkinni og sem að verið sammála leiðinni eða ekki akkurat og það bara full ástæð og ég meina það eru stjórnmálamenn sem að hafa markað svona söguna Davíð Oddsson augljós dæmi slíkt hvað sem fólki finnst þetta og en flestir stjórnmálaferlar eru þannig að þú hefur ekkert sérstaklega mikil flestir bara koma og fara á þess að setja mark sitt á sviðið að einhvern afgerandi hátt en þó koma menn og gera slíkt Katrín þannig, Dagur þannig, Davíð þannig Bjarni fleiri, mér finnst það aðeins eftir að koma í ljós ég ekki alveg búin Bjarni rétt að byrja svo sér maður þetta aldrei fyrir en að fólk hættir hvort að svo sé Þú nefnir Dag B. Ég sá svona myndir af flokksráðsfundinum og þar var hann mikið birta myndir af það sem hann stendur í salnum og að spyrja og maður sá það bara svona ef maður vill, þá sér maður að hann á leiðinni í landsmálin Alveg eins og maður sá það að Katrín var að fara í forsetaframboð þegar hún birti mynd af Gunnari manninu það má ekki gera lítið þegar þetta lesa myndunum og hvaða myndir fólk kýsa að birta Það sagði mér samfélkingafólk þessa helgi að það hafði meðlans verið að vera að ræða hvaða format að vera á vali á lista og þá hafi komið fram gömul tillaga úr alþýðuflokknum, ég manni ekki hvenær þú notuð það síðast að hafa opið prófkjör sem það með allir kjósendur kjósa, ekki bara flokksmenn og það var túlkað sem að þetta veri tillaga þeirra sem ekki vildu að Dagur B. myndi vinna, vegna þess að Dagur B. eftir veru sín í borginni nýtur stuðnings innan samfélkingarinnar, en hann með mikla andstöðu. Hann er einn af þessu stjórnmálamönnum sem að líklega fleiri sem að eru treystunum ekki heldur en treystunum. Já, algjörlega. Og það var sagt við mig að það var eitthvað megaplott til þess að hafa opið prófkjör til þess að hindra of mikinn framgang Dags B. Eggertssonar í prófkjöri. Já. Svo ég veitni nú líka í það sem hann sagt að ég er bara að vera að vitna hérna bara í skoðanakannir. Já, það kann að vera Herðu, en við erum eiginlega komin í þetta mengi sem er á miðjunni, sem er Framsókn og
samfylkingin. Þessi flokkar verða að keppa sama fylgið. Það að þeir getu unnið saman eftir kosningar er lykilatriði af því að þeir verið ríkisstjórn sem ekki með Sjálfstæðisflokknum. Þannig að það verður gaman að fylgjast með samlífið þessar flokka sem að upplifa held í báðir að þeir eru að sækja sama fylgið. Ég hugsa að það, ég meina, þetta eru flokkar sem munu nokkuð örugglega þurfa á hverju öðrum halda. Ég held að það sé alveg rétt. Já. Og ef þeim tekst ekki, að þá verður líklegast að ríkisstjórnin verður samfylkingin og Sjálfstæðisflokkur og svoleiðis. Sem alltaf verið að ganga á forystu samfylkingarnar og hún neitar alltaf að afskrifa. Já, ég meina Kristrún Frostadóttir hefur auðvitað breytt samfylkingunni verulega. Já. Og hún hefur bara viljað setja fókusinn á efnahagsmálin og ýta nánast öllum öðrum málum til hliðar. Og þannig að önnur mál sem þarna voru í forgrunni að þau eru núna komin aftar. Ég er ekkert alveg sannfærður hún komist endalaust upp með þetta. En hún mun reyna það og fylgir náttúrulega algjörlega sópast að þessum flokki og er líklega ástæðan fyrir því að stjórnarflokkarnir eru svona higgandi við að efna fyrir til kosninga. Já, eða öfugt það leggst upp að bryggju hennar er óánægju fylgi í ríkisstjórnarinnar sem að ef að hún hefði ekki þetta segur að þá myndi það bara dreifast á fleiri bryggjur. Þetta er örugglega, já ég get tekið undir þetta. Ég get alveg tekið undir það. Mjög stór, að einhverju leiti er þetta líka að það er mikið fylgi sem hafði farið frá samfylkingunni. Það er miklu stærri flokkur, gleymið því ekki, hann er samsettur úr 3 til 4 öðrum stjórnmálaflokkum og hafði mikið fylgi og svo bara missir þessi flokkur stöðut fylgi og fer niður í nánast ekki neitt og er bara við það að þurrkast út af þingi og bara sömu stöðu og afgeri núna og þrátt fyrir að hafa enn hærri upphafsstöðu og margt af þessu fylgi er komið tilbaka til í þessari útgáfu flokksins sem er undir stjórn Kristrúnar en svo líka bara óánægju fylgi sem er að bætast við þetta fylgi sem er að komast tilbaka þannig að þú er kannski með 3 lög af stuðningi, það er bara kjartastuðningurinn það sem er komið tilbaka og svo óánægju fylgi utan af og þetta er auðvitað fljótt að rjáttlast af þetta ysta lag í það mista það er erfitt að halda þessu Kristrún er dálítið eins og manneskja sem hefur bara fengið skengt bara stútfullu glasi bara strax í upphafi boðsins og hún er að reyna að passa að sullist ekki of mikið úr því og þarf að labba í 1,5 ári viðbót með þetta glas það má ekkert koma fyrir það má ekkert koma fyrir og ég er að stríða þeim að því að mér gengur svona illa fáðu til þess að koma hingað og vera með eitthvað svona alvöru samtalið pólitík ég segi að þau sé alltaf reyna að halda það niður í sér andanum í 1,5 ár þau eru mjög varkár, en samt ekki. Stundum komaðu fram eins og í innflytjendumræðinni, þá bara breytur úr stefnu. Þar var náttúrulega bara skýr kúvending sem átti sér stað. Í dag komaðu með nýja línu í sjávarútvegsmálum til dæmis, þar sem að gamla hugmyndunum fyrningarleiðin og uppbóð er horfin. Það er svona verið að gera marga breytingar. Hún birtist núna í fréttunum sem svona virkjana sinni, að við verðum bara að virkja stemming. Já, það er náttúrulega það var alltaf ríku þráður í alþýðufloknum iðnaðar krattar að þetta kalla en svo eru svona mál sem eru farin til hliðar eins og aðild að Evrópusambandinu ný stjórnarskrá og núna þetta hugmyndunum fjölmenningarsamfélag og svona þannig að það á að fókusera þarna og ég minna að þetta er nú bara eins og James Carville sagði við skrifaði niður fyrir Bill Clinton á sínu tíma þegar hann setti 3 item á listan fyrir kjörið, það er ekki 92, það var bara is the economy stupid og það er það sem þetta snýst geimið er jú það og það er alveg réttur hestur fyrir þau að veðja og held ég og þau eru með trúverðugan forystumann í því máli forystumenn er ekkert annarkvæmt frábærir að glata þeir eru bara oft góðir bara í mismunandi málum og þannig að það er staður og stund sem að ræður hvort að viðkomandi verði farsæll eða ekki og hún er einfallega
menn geta sagt hvað sem Kristrúnu Frostadóttur en það getur engi sagt að hún kunni ekki að fóta sig í efnahagsmálum. Hún frábær ostaskeri og það ostaskeri í matinn en kannski ef það væri bara kjötleifur komin á borðið þá myndi hún ekki virka. Þetta bara þannig. Það bara, fólk virkar mismunandi hlutum og það komið náttúrulega ljós í umræðu hennar innflytjendamálin að hún var þar bara ekki á heimavelli, sko. Það virðist vera, og kemur allir ljósi því að eftir að þarf að bera tilbaka alls konar hluti sem að virðist ekki hafa verið hugsaðir út, sko. Samfylkingin að bæta við sig, en það líka Miðflokkurinn. Já, hann eiginlega kannski áhugaverðasti flokkurinn akkurat í augnablikinu finnst mér. Bara á þessum punkti sem við erum á núna, þá Miðflokkurinn eiginlega áhugaverðastur, sko. Mér fannst eiginlega ein fyrirsögn pólitík. Það var viðtal við Bjarki Olsen, nýjan ráðherra, og fyrirsögnin var Sigmundur Davíð skemmtilegasti þingmaðurinn. Og það að því að Sigmundur í svo miklu meðbyr, hann náttúrulega sýnir alla sína bestu hliðar. Sigmundur Davíð rífandi skemmtilegur, þegar hann skemmtilegur. Það hefði engi sagt þetta fyrir 3 árum. Nei, hann getur líka. Þá var það bara svart ský yfir höfðinu sem þetta Davíð, sko. Svo hefur hann allt og hoppið sér. Þess á milli. Já. En hann í svona, hvað heitir þetta svona þegar fuglandi fara, það bara uppstreymi? Já, það uppstreymi hjá, það ágætislýsing, það uppstreymi hjá Sigmundi og Miðflokknum og það sem enn betra fyrir þá að þau búa við svona sígandi lukku. Þetta sko, upptröppunin hæg og róleg, hún ekki svona stökkva. Og sömuleiðis stefnubreiting og áherslubreiting Sjálfstæðisflokksins ýta undir þetta? Já, ég meina það hefur, sko, straumurinn hefur verið að færast til þeirra. Þeir eru ennþá á sama staði í farveginum, en vatnið bara að renna að þeim. Ég held að Sigmundur viti þetta alveg, sko. Því hann alltaf að ýta undir Brynjar og Jón Gunnarsson og fleiri. Hann veit að því herra sem þessi menn hafa, og því meira sem að forystan í Sjálfstæðisflokknum þarf að taka tilliti til þeirra, því meiri verður straumurinn hjá honum. Sko, málflutningur hans í innflytjendamálum og þessum svona þjóðernismálum öllu saman, sem að var á einhvers konar jaðri og margir sem gagnrýndu Miðflokkinn og Sigmund mjög harkalega töldu þarna vera útlendingaandúð og annað slíkt á ferðinni hjá honum. Þessum sjónarmiðum hefur bara verið veitt lögmæti núna af meginstraumi stjórnmálana. Fyrst var það í gegnum þessa sem þú ert að nefna, Jón Gunnarsson, Ásmundur Friðriksson, Brynjar Níelsson, svona þessi armur Sjálfstæðisflokksins. En núna líka þetta farið að koma úr forystu Sjálfstæðisflokksins, talsmáti formannsins, forsætisráðherrans núna. Og tröppunum á Bessastöðu síðastliðið vor og enn frekar í janúar. Og svo með færslu Palestínumenn. Allt byggir þetta undir lögmæti Miðflokksins og málflutning Sigmundar Davíðs sem að getur núna sagt, ég saði ykkur þetta frá upphafi. Kjósið frummyndina ekki eftirmyndina. Já, og nú skuluð kjósa frummyndina en ekki ykkur að daufa eftirmynd hér og svo hefur Samfylkingin óaðvitandi líka veitt honum aukið lögmæti. Óaðvitandi? Nei, ég meina Kristur hlýtur að vita hvað var að gera. Ég heldur hann hafi ekki ætlað sér að slengja lögmæti stimpli á ennið og Sigmundi. Nei, ekki Bjarni heldur. Ég meina hann bara, þeim að eins og sko, ég held að ef við myndum spóra tilbaka í 1,5 ár til Sjálfstæðisflokksins og segja þetta snjöll leið fyrir okkur til þess að verja, það var mann bara að segja, nei, kannski ættum við ekki að gera þetta. Það eina sem að kemur út úr þessu að bara Sigmundur þakkar. Já, en svo hann náttúrulega forystumaður í flokki sem enginn veit alveg nákvæmlega hvernig verður samsettur, hvort að svona flokkur hafi úthaldið sem þarf á eftir að koma í ljós. Herðu, síðan koma hann að flokkar sem að ekki hafa svona styrt sig í stjórnarandstöðu við óvinsæli ríkisstjórn sem eru Viðreisn og Píratar og hlýtur að vera þannig að þessi flokkar munu einhver leyti svona endurmeta stöðu sína, kannski endurmeta forystuna, endurmeta málflutningin og hvernig þið birtast. Ég held að sé ekki við þetta búist við neinni svona endurmati á flokki fólksins. Það er bara það sem að Inga Sæland, hvað henni finnst í dag? Sko, þessir Viðreisn og Píratar hafa auðvitað töluvert færi sem að felst í því að Samfylkingin fjarlægist alþjóðasinnaða svona árleið sína
og svona fjölmenningarlega arfleið sína og það veitir auki færi fyrir Pírata kannski sérstaklega en Viðreisn líka að taka upp það merki og það alveg orðið augljóst að sjá ef þú hefur fyrst og fremst þann áhuga að gangi í Evrópusambandið að þá Viðreisn miklu augljósari kostur heldur samfylkingin. Fyrir einhverju síðan var samfylkingin flokkur Evrópusinna en núna Evrópuflaggið veifað af öðrum. Já. Og miklu frekar af Viðreisn. Það sem og stuðningurinn við það, sjáðu, Smári, hann sveiflast mjög mikið. Það kannski einhverju láginni núna. Já, það ekki stórt mál, en það þarf ekkert svo mikið til að það verði risamál. Já, það sem truflaði kannski, ég hefði spáð, þegar að Kristján tekur þess ákvörðun að íta af Evrópumálunum svona í aftursettið eða jafnlýsskotið. Að þá hefði ég reiknað með að þarna fær Viðreisn allavega svona 1-2% bara í gjöf. En það gerist ekki. Og það þeir að mælast í 10% núna. Já, núna, ég held að segja að þeir alltaf aðeins herrin í meskinu, Ég myndi vera ekki, það ekki alveg hægt að sjá að það sé sveifla til þeirra. En segjum að segja að koma kosningar. Og þá ég, þú ert kannski Evrópusinni, frekar ég, og þú vilt kjósa. Ég bara alheimsinni. En þú vilt kannski kjósa með því, en þú vilt gera það bara ef þú telur að það hafi einhver úrslit ef að það á dagskrá. Ef allir að afskrifa það nema Viðreisn, að þá kannski kýst út af húsnæðismálum, innflytjendamálum eða guðmæta hvað. Fólk kýs ekki út af þessu málum og til dæmis stjórnarskrámáli, þetta hefur verið mælt, það bara í 10. eða 12. sæti, það aldrei að ráða atkvæði nokkurs mann, í þingkosningu. Já, og það alveg sama með Evrópusambandsaðild, þetta ekki fremd, bara eins og ég sagði áðan, it's the economy stupid, það bara það sem að ræður þessu. En Viðreisn mætti svona skerpa sig aðeins svona fórustuna. Jú, þessi flokkar eiga bara kannski erfitt með það, hvernig eiga að gera, ég fullur aðdáunar yfir, þrautseigu Pírata. Hvað þeir hafa lifað af í íslensku stjórnmálum finnst mér bara afrek. Ég hefði aldrei spáð þeim þessu langlífi þegar þeir komu fram og ekki framan af, Flokkur þessari gerð geti, bara þrifist svona lengi, sem ótrúlegt og bara alveg magnað. Þeir hafa náttúrulega alltaf náð einhvern veginn til unga fólksins og haldið sér þar, en núna finnst manni, að þeir eru Píratar og Viðreisn og þetta séu ótrúlega ólíkir flokkar svona, ef þetta væri persónur, þetta mjög ólíka persónur. Það ekki við sama borðið í menntaskólanum í Mötturíkjunum? Alls ekki, en þau eru að tala bara dálítið svipaða hluti. Þau eru að leggja áherslu á það sama, Stundum finnst manni að ég segi borðir í menntaskólanum að því að margir flokkar eru svona vinsalu krakkar klíkur og samfylkingin það sannarlega og sjálfstæðisflokkurinn og eitthvað svona, ekki kannski miðflokkurinn, hann svona svolítið skrítilegt borð, en það svolítið sterk staða Pírata að það eru margir sem að upplifa sig ekki sem hluta af vinsalu krakkar klíkunni, sem að finna því að þeir eru svona allskonar Píratarnir, þeir birtast, þeir eru ekki eins og svona kosningastjóri samfylkingarnar myndu stilla upp sínu fólki sem þeir kallast svona flott fólk að þá Píratarnir bara allt annað tegund. Má maður segja nördarnir í horninu, það niðrandi? Nei, ég meina það í ákvæðri merkingu, nördarnir tóku ju yfir heiminn, þannig að þetta ná... Ég held að það sé ekki klókt fyrir samfélagi að gefa vinsalu krakkar klíkunni völdin, ég held að það sé ekki gott. Ég held að það sé betra að hafa sér meiri breidd í þess að koma ákvörðunum. En svo ferð þú nú fyrir enn einu stjórnmálaflokkinum? Já, við erum ekki komin á. Og hvað ætlar að gera við hann? Við vorum með fundum það í síðustu helgi og verðum aftur næstu helgi sem bara verið að fara yfir það hverjus erindi okkar inn í það við kallum þetta inn borgarlegu stjórnmál. Sjálfstæðisflokkurinn náttúrulega ekki forusta sem að sækjast eftir vinnu á þingi eins og ég geti sagt Pírata eða Viðreisn eða eitthvað. Heldur tökum við þátt í verkalýðsbaráttu og við tökum þátt í endurreisn hagsmunasamtök almennings og við erum að búa til breiða pólitík almennings alveg frá pólitík götunnar. Þannig að við erum ekki háð í bara einhverju veru inn í þingi eða sveitastjórnum eins og aðri flokkar. Þannig að alltaf þegar það fyrir að líða kosningum þá förum við í svona bara innri skoðunum það hvert erind okkar. Því að ef við ætlum að bjóða fram Sólstjórnarflokkin þá Sólstjórnarflokkur svo miklu meira annað heldur en áðar. En þetta ég skal bara bjóða sem áhugamann stjórnmálafræði á fund. Þú ert búin að smíða þessa retorík, til góðu. Þannig að þetta bara
okkar grassroot að fara yfir þetta og skoða þetta. En við varandi Píratana, ég ætla aðeins að skjóta einu viðbót við það. Því að við munum það fyrir einhverju ekki svo löngu síðan að þá sátu þingmenn Pírata bara í 1,5 kjörtímabil. Birgitta hætti og Helgi Hrafn hætti og Jón þeir hættu. Það ekkert lengur núna. Allar svona reglur fara út úr klukkan þegar svona flokkar lifa. Þetta var líka, í kvennalistanum á sínum tíma. Þá voru svona reglur bara, 1 eða 2 kjörtímabil, ég man ekki hvað það var og svo bara leið og að því kom, þá breyttust það reglur bara. Þetta eins og bara hjá einræðisherrum út í heimi, það lengist alltaf að breyta stjórnarskránni. Ég meina að Þórhildur Sunna og Björn Leví verða í forystu flokksins í næstu kosningu. Allt sem að hefur eitthvað, allar félagslegar heildir sem að hafna hefðbundnum struktúr neyðast á endanum til þess að gangast honum á hönd ef þau ætla að lifa af til framtíðar. Það bara eins og sagt það gerist ekki án hugsjóna en það endist ekki án stofnana. Nei. Napóleon eðlilega niðurstaða frönsku stjórnarbyltingarinnar. Já, ég meina að ef að þú ætlar að hafna lýðræðislegum struktúr, ég skal umorða þetta út af því að þá stuðast ykkur við þetta, ef þú hafnar bara klassískum struktúr. Þessu til dæmis bara eitt af þessi skipti mestu máli í stjórnmáli það sem við köllum bara recruitment structure. Það hvernig endurnýjar stjórnmálaflokkur sig, hvernig veitist umboð, hvernig færist umboð á milli manna og svo framvegis. Og þú þarft skipulag til þess að gera þetta. Ef ekki svona skipulag til staðar, þá það bara tuttin á skóllóðinni sem að situr upp, sem endar með að því að ráða öllu og það verður til klíka sem að svona verður ráðandi og þeir sem til ekki klíkunni verða bara útundan og svo framvegis og þá leysist þessi skipulags bara heildu upp nema að hún seti sér þessar sömu reglur og gilda bara almennt í félagsskap, hámarksetu og þar sem það góðan. Já, eða bara strúktúr, hver á að vera, hver hefur umboð til að gera hvað, hvenar og hvers vegna, Herðu, þetta yfirferð okkar flokkana og ríkisstjórnina, en nú eru forsetakosningar. Já. Tökum svona smá desert. Ok. Það náttúrulega Katrín Jakobsdóttir, við erum búin að svolítið fjalla það, eftir að koma í ljós hversu mikið, aðrir frambjóðendur snúa sér að henni. Já. Og hvort að hvernig kosningabaráttan, maður getur alveg séð fyrir þessu kosningabaráttan sem getur verið henni erfið. Já, ég get alveg séð það og ég aðeins að böglast með þetta í haustum. Ég sagði þegar ég sá fyrstu könnuna þar sem hún kom inn í 32%. Þá segi þetta, það ekki tekið upp kampavinnið í kosningaskristofu hennar, af því að áður, ef maður fer 2016 að þá kemur Guðni inn í 59%. 1996 að þá kemur Óla Ragnar inn í 61%. Þannig að það að koma sem átti að vera bara eins og var stundum talað að hún myndi bara strauja þetta. Að þá fannst mér 32% vera erfið vegna þess að hún ólíklegri til þess að hækka en hún líklegri til þess að falla. Heldur en það flestir. Ég hef bara svo takmarka heila getu til þess að sjá svona hluti fyrir, þannig ég þarf að hafa miklu fleiri akkeri til þess að geta fóta mig í það að sjá hvernig svona leiðir, en eitt af því sem maður hefði geta séð sem ekki orðið, að það náttúrulega þegar að þessi skipti verða, þá snýst allt Katrín, það bara þjóðfélagi hverfist hana. Og þessi skipti og allt það og það hefði alveg getað orðið það eitt scenaríu sem maður hefði getað séð fyrir sér, hún hefði hreinlega stungið af. Það var svona möguleiki, fannst mér, og svo komu kannarnar og maður já, kannski, það var einhver könnun sem sýndi að það gæti verið þannig, en svo hefur margt orðinni mótrætt eftir þetta. Og ég held að stæðsti skugginn sé að ríkisstjórnarforystan hafi farið til Sjálfstæðisflokksins og Bjarni Benediktsson hafi sest í stól forsætisráðherra og það séu svo margir í hennar náttúrulega stuðningshóp sem að hafi svona óbræði munni aðeins yfir því hvernig það allt saman fór og það sé kannski bara aðeins erfiðara fyrir hana
Og það getur verið eins og þú segir að þú veist að hún hafi ekki mikið rými til vaxtar. En á móti kemur að það getur vel verið að þessi erfiðleika líka rjáttlist bara af. En við höfum bara eftir að sjá það og þetta, hún fá þetta drægir skýrari lína í sandinn, þetta verði meiri fortíð og hún fái rýmið til þess að stemming í samfélaginu að við viljum ekki láta kostningabarátuna snúast pólitíska arfleifð. Þetta er ein leið. Þetta er bara það hvers svona persóna þetta er. Ég minna þetta er ein leið. Annað sem getur gerst er að Hallar Hrund sem að bara kom, hún er svona svarti hesturinn í þessari baráttu. Hún er eiginlega hið ljósa mann. Hún er hið ljósa mann og hún kemur á ská og bara þjóðin er að kynnast henni og bara hreinlega falla fyrir henni á einhvern hátt. Hún minnir á Vigdísi og hann reynda búið að hanna það þannig að hún minna á Vigdísi og hún kemur þarna inn og hún kemur allt í hennu inn á stað þar sem allt í hennu bara möguleiki. Eitthvað sem maður hefði haldið fyrirfram að væri ekki möguleiki. Það eitt af því sem hefur verið viðtekið sannindi og stendur upp úr öllum svona kosningaspekulantum í landinu að þú verður að vera vel kynntur fyrir þjóðinni til þess að geta unnið forsetakjör. Það er engin leið að koma og ætla að kynna því fyrir þjóðinni í forsetakjörinu. Þú verður að vera búin að því áður. Hún var sannarlega ekki, hún var þekkt í einhverjum kreðsum en hún var ekki landsfræg. En henni kannski tekst henni það og takist henni það, þá bara er allir möguleikjar alls konar scenaríu og opin og þessi þjóð er ólíkindatól þegar kemur að forsetakjöri. Það er eiginlega ekki hægt að segja þessari þjóð hvernig hún eigi að kjósa í forsetakjöri og hún tekur oft mjög undarlegar ákvarðanir eða ákvarðanir sem er erfitt að sjá fyrir. Og hverjum hefði dottið til hugar að Ólafur Ragnar Grímsson hefði getað orðið forseti og ástæðan fyrir því ekki honum eins og segir sagan að hann hafi verið að fara hann í framboð bara til að styrkja stöðu sína í svona pólitíkinni almennt og yfirleitt. En þá er það ég held því fram að ástæðan svo persóna sem hefur ber mesta ábyrgð á því að Ólafur Ragnar Grímsson varð forseti heiti Davíð Oddsson. Hann var mótvægið hann var mótvægið við það og svo líka er það bara eitthvað sem er bara svona öðruvísi heldur en valdið og þú veist Guðni T.H. þegar hann er kosinn þá er hann aldrei svipað þjóðin bara mátar hann einhvern veginn í embættið út af því að hann var aðal álitsgjafir RÚV í Panama skandalnum í því tiltekna máli og og fólk bara, gerum þennan gaur að forseta. Var það ekki líka eftir að Ólafur Ragnar dró framboðið tilbaka og þannig að þjóðin var að leita að ykkur bara mótvægi við Ólafur Ragnar. Jú, og hann er alveg... Svo var Davíð einhvern veginn og þetta þjóðin hafi ekki vilja að freku kalla stemmingu ykkur. Þannig að það er svo margt svona á floti sem að mitt takmarka heilabú næri ekkit enda alveg utanum hvert fer. Og að ég sé þær báðar komast í mark og Baldur, hann náði þetta svona frumkvæði rosalegu frumkvæði á feikilega vel skipulagt skipulega baráttu upp af undirbúningurinn var langbestur af þeim sem ég hef séð en hvort að framsetning framboðsins framboðsins og þetta tvíeykismál sem er náttúrulega ekki raunverulegt því að þú veist, forsetin er alltaf eitt Það er samt þannig að það hefur alveg frá Ólafur Ragnari þá hefur maki fengið miklu stærri sess báðar eiginkonur hans og núna Elísa en sem hefur spilað bara stóra rullu í forsetatíð Guðna en ég sé hvernig það eru fjórir þeist á brautinni það er ekki alltaf gaurinn sem er fremstur í gegnum hlaupið sem endanum vinnur og það er að sömuleyti þá er að því að það er svo langt það eru 5 vikur og þú segir að þjóðin sé ólíkindatól og þá eftir að komi ljós í hvaða farfi kosningabaráttan fer þannig að ég myndi ekki vilja spá fyrir endaloki núna, ég myndi segja bara það eru of miklar hindranir og þoka á leiðinni til þess að það sé eitthvað vitið í það er ekki hægt ég held að þetta sem þú ert að tala sem er svona ólíkindatólið sem er þjóðin að því að við gætum sagt til dæmis eins og
og Kristján Eldjárn var kosið 68, það var Viðreisnar stjórn búin að vera í langan tíma og hann var að einhver leiti svona mótvægi við það, hann svona var með einhver svona rætur, eitthvað svona í herstöðu andstæðinga og svona, hann var einhver staðar, hann var ekki Viðreisnar stjórnarmaður. Nei. Og svo hann kosinn og hann nýtur gríðalega, hann kosinn með eini sem kosinn með meiri hluta atkvæða, nýtur gríðalega stuðnings, svo kemur Vigdís. Já. Og hún náttúrulega hefði aldrei verið kosinn, hefði verið 2 umferðir, líklega ekki, en Íslendingar slisuðust til þess að kjósa hana og urðu rosa ánægði með það. Já. Þannig að þó hún hafi komið inn með lægsta fylgið, þá hefur hún líklega svo sem að nýtur mestra innegnar. Það er líklega engin nokkuð tíma að njóta slíkra virðingar, sko. Það er bara annað samfélag. En mér finnst aldrei aðtýrlist. Það er að klára, því að forsetið kemur inn með látt en nýtur gríðalis fylgis. Svo þegar kemur að næstu kostingum, þegar það var að kjósa arftaka hennar, þá vil fólk eitthvað allt annað út í sig. Og þá Ólafur Ragnar kosinn og hann fer hann inn og hann nýtur bara mikil stuðnings, lengst af. Og svo þegar hann búinn, þá veit fólk eitthvað allt annað en hann. Þannig að þetta svona, þjóðin næstu í svona, hún mjög skrítin. Hver ólíkastur Guðna TH? Já, en eins og hún ánað með forstana, að næstur að fara að velja, þá veit hún bara allt annað. Eitthvað annað, það er alveg rétt. Og ég held að þetta er aldrei skiptið máli. En mér finnst, þegar hún telur upp þessa fyrir forseta, þá sé ég erindi hvers fyrir sig, dálítið skýrt. Kannski sér maður það bara í endurlitinu, það getur verið. En við þegar erindi Kristjáns eru þetta bara dálítið skýrt, hann er fornleifa fræðingurinn, ef hann hefur verið að, hvað heitir nú bókin Kuml og Haugfé, eitthvað svoleiðis, og hann er búin að mennta þjóðina í sögu sinni einhvern veginn. Og þú veist, í gegnum sjónvarpsþætti og maður sér þetta alveg fyrir sig. Já, hann er svona sameiningatann, hann er tákmynd, hann er maður sem getur litið upp til borðið virðingu fyrir og hann er svona hann er alþýðlegur höfðingi eitthvað. Hinn kosturinn var atvinnu stjórnmálamaður. Já, svo var bara þau sem hafa búin að fara í gegnum hjaðningavígin, sko. Og ég sé þetta erindi. Vigdís mjög skýrt erindi. Þú veist, hvort sem hún kýs að nota það erindi ekki, þá er það kvennamómentið sem að bara veitir henni auðvitað hennar rosalega byr og gerir hana heimsfræga fyrir vikið. Og líka held ég í hennar frambúðið, ég er svo gamall, að það var líka svona kynslóðaskipti því að hún var allt öðruvísi. Hún svaraði öðruvísi, hún var með miklu minni svona hátíðleika og fleira. Hún var náttúrulega með snjöll tilsvör. Já, hún var bara eins og vorið, sko. Hún var bara fersku vindur 1980, þar sem þjóðin hafði 78, fellt meiri hluta sjálfstæðsmanni í borginni, afflokkandi voru við það ná meiri hluta 78, þannig það var svona... Ég var náttúrulega ungur á þessum árum, þetta voru í mínu ævi, en mér tengi hennar kostingu svona einhver löngun til þess að bara fara frá gamla Ísland og fara að gera eitthvað nýtt. Sko þetta er mér í barsminni bara, ég er 10-11 ára þegar hann er kosinn og en ég man eftir, ég bara upplifði þetta gegnum móðu mína, hvað þetta var, sem er nú ekki þeim megin í stjórnmálum endilega, en hvað þetta var ótrúlega mikilvægt fyrir hennar sjálfsmynd og svona von upp á framtíðinu eitthvað að þessi kona yrði kosin og hún fór með mig 10 ára gamlan þau veist að þegar hún svalinnar þegar hún kosin og allt þetta og henni fannst hún vera að upplifa söguna og þannig að það erindi er skýrt. Ólafur Ragnar aftur líka skýrt erindi. Það er mótvægið Davíð og allt þetta og það er svona, þú veist, sterki svona stjórnmálamaðurinn töffarinn sem mætir við þær aðstæður og það reyndi nú heldur betur á það. Og svo Guðni, það er bara, þú veist, við vorum kannski bara komin að stapir að við vissum ekki hvað embætti þetta var lengur, Ólafur Ragnar var búin að gjörbreyta þessu embætti og gera þetta eitthvað annað. Við þurftum bara gaurinn sem kunni embætti. Það var eini maðurinn sem þekkti sögu þess og bara gat útskýrt fyrir okkur hvað þetta væri, Gallin það er að hann hefur komið og greint lýsinguna og sagt að þessi starfslýsing virkar ekki og segir við þingið þið verðið að laga þetta. Já, og hann er samt maðurinn í landinu sem þekkir hann best. Já, og hann segir við þingið þið verðið að laga þetta. Já, það er ekki hægt að vinna eftir. En þingið mun ekki gera það. Nei, getur ekki. En þá er spurningin, út af því að við þetta er aldrei áhugavert.
hvert erindi þeirra sem eru núna á frontinu. Hvert erindi Katrínar Jakobsdóttur? Já, sko, mér finnst þetta ekki eins skýrt. Nei. En aftur að þá málið að kannski sér maður það bara í endurlitinu, maður sér það ekki fyrirfram. Þau verða að stilla fram einhver erindi. En þau þurfa að gera það og mér finnst ekkert þeirra að hafa skýrt erindi en ég get heldur ekki gert á kröfu á þau núna að ég skynji erindi hvers og einn strax, sko. Mér finnst ekkert sanngjörn krafa. En bara, þetta kom eiginlega bara upp í hugan þegar þú varst að telja þetta upp. Þetta líka ákveðin galli bara við hvernig kosningabaráttan háð, af því hún háð í svo, þú mátti ekki segja neitt og þetta snýst alltaf svona tón og blæ og engin mál að vera að ræða neinn issue vegna þess að forsetin ekki að ræða einstök mál og þannig oft verður kosningabaráttan svona eins og sé verið að tala eitthvað, en það ekki verið að tala það sem að kannski myndi skipta máli. Ég var að skoða umræðina 2016 bæði í Ríkissjónvarpinu og Stöð 2 og kom mér óvart sko hvað þetta var, fyrsta lagi hvað þetta var tense, kannski var það því að Davíð Oddsson var þarna í salnum, ekki í góðu skapi, en þetta var bara rafmagnað andrúmsloft bæði í stóru umræðanum og líka það sem voru 4 efstu á Stöð 2 og líka mér fannst það bara, ég bara náði ekki hvað þetta fólk var að tala sko. Þú veist, það sem var borið upp, það sem þau átt að taka afstöðu til var bara meira og minna eitthvað svona skringilegt sko. Þannig að það kannski eftir að koma í ljós að nú kosningabaráttan öðruvísi. Við erum til dæmis hér með svona podcast eða eitthvað og ég hef tekið viðtal við alla frambjóðina nema Katrínu og ég hef séð að þau fara mjög víða það allt. Þannig að umræðin núna að mörguleiti öðruvísi og fleiri stöðum. Já, þetta bara miklu brotakendari samfélagsumræði í dag. Kannski hjálpar það umræðinni að það sem kannski bara meira pláss því að þetta það sem eru öll á hanabríkinu þarna, kannski 10 í lokin ef einhver ætlar að bíða með að taka ákvörðun þá hver kemur best út úr því, þá myndi ég ráðleggja fólki að fara að kynna sér málin áður því það kemur ekkert út úr þegar þættir. Það kemur ekkert út úr því. Nei, það bara hverju sig fæ bara eitthvað örfáa mínútur sko. Þetta rosalega spennandi, við stöndum frammi fyrir bara feikilega spennandi kosningabaráttu sko. Og það getur allt gerst ennþá, það getur, ég var bara rosa erfitt með að sjá þetta fyrir mér sko, hvernig þetta spilast út. Og líka hvernig spilast út þessi óvinsæla ríkisstjórn sem að kannski undir flesti vilja bara fá að kjósa nýja ríkisstjórn, að kjósa ný þing, en við fáum að kjósa nýjar forseti í staðinn og það getur vel verið þarna vatni og undarlegan hátt á milli. Veitum ekki það? Já, og árekstrarnir þar eiga nú bara eftir að verða harkalegri sko. Já, Eiríkur, alltaf gaman að fá þig að tala svona stjórnmálaástandið. Takk fyrir mig. En við ætlum að sitja hérna áfram og reyna að skilja þennan heim sem við lifum í. Næsti kafli eftir augnablik. Tíminn. Stundum virðist hann silast áfram. Stundum standa í stað. Og stundum eins og hann líði allt of hratt. Tíminn okkar dýrmætasta eign, því hann fáum við aldrei aftur. Þess vegna mikilvægt að nýta hann vel og selja hann ekki ódýrt. Við sættum okkur ekki við að tími sumra sé álitinn verðmætari en annarra og berjumst fyrir bættum kjörum. Fleiri augnablikum með fjölskyldu og vinum. Því augnablik eru lífsgæði. Lífsgæði sem við höfum barist fyrir í yfir 130 ár.